Komið þið sæl, Eygló Rúnarsdóttir heiti ég og ég ætla að kynna fyrir ykkur nám í tómstunda- og félagsmálafræði. Nú, hvað snýst svo nám í tómstunda- og félagsmálafræði? Tómstunda- og félagsmálafræði frekar nýfræðigrein við Háskóla Íslands. Við eigum 20 ára afmæli þessa mundir og námið snýst fyrst og fremst að afla sér þekkingar og efla færni í að vinna með alls konar fólki á vettvangi frítímans. Þar erum við að leggja áherslu á að vinna með börnum, unglingum, fötluðum, eldri borgurum, fullorðnu fólki, bara þessum ólíku hópum sem að mynda okkar samfélag. Nú námið þverfaglegt og fjölbreytt og á sama tíma og nemendur eru að byggja upp færni sín og þekkingu í að vinna með öðrum á vettvangi, þá samhliða eru nemendur að þroskast sem manneskjur í öflugum hópi samnemenda og þetta það sem að nemendur segja sjálfir. Tómstundavettvangurinn og tómstunda- og félagsmálafræði hvort tveggja svona grósku mikill vettvangur. Þetta tiltölulega ung fagstétt og að sama skapi ung fræðigrein sem að þróast svo hratt. Nú, við leggjum áherslu á það í náminu að námið sé reynslumiðað. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að í gegnum námskeiðin okkar fá nemendur að reyna sig á eigin skinni það sem umfjöllunarefni námsins. Við leggjum áherslu á vettvangsnám, tengsl við vettvanginn, en á sama tíma leggjum við áherslu á að byggja öflugt námssamfélag. Þar sem að við hvetjum til samstarfs, að það sé gaman, það á líka að vera gaman í skólanum, ekki bara háalvarlegt. Við tökum mjög vel og markvisst að okkar mati á móti nýnemum og leggjum meðal annars áherslu á það að frá upphafi tengist allir samnemendur sínum og við búum til öflugt námssamfélag. Nú, hvernig nám svo tómstunda- og félagsmálafræði? Þar leggjum við ríka áherslu á upplifun og reynsluna, eins og ég sagði áðan. Nú, við leggjum líka mikla áherslu á samvinnu, þannig að hópverkefni og það að vinna saman að úrlausnarefnum sé viðfangsefni, svona í gegnum allt námið. Það eru fjölbreytt 5 og 10 eininga námskeið sem að tengja saman bæði fag og svo fræðin. Og nemendur taka 2 vettvangsnámskeið, það vettvangur 1 og vettvangur 2, þar sem að nemendur heimsækja starfsvettvang og eru þar í ýmist 3 eða 4 vikur og kynnast því sem þar fer fram og fá þar að leiðandi tækifæri til þess að setja námið sitt í svona tengslu vettvang á sama tíma. Og ef við skoðum svo námskeiða framboði, hvað það sem að móta svo þessa námsbraut og námið þegar upp staðið? Þetta þverfaglegt nám eins og ég sagði áðan og þar eru þessi svona dæmigerðu kúrsar eins og í háskólanámi, almennt, inngangur að tómstundafræðum, vinnulag í háskólanámi, en þess utan erum við að fjalla börn, unglinga, öll æviskeiðin í tengslu við tómstundir. Við bjóðum líka upp á námskeið í lífsleikni, leiðtogafærni og útivist. Jafnrétti og samfélag svona félagsfræði námskeiðið okkar og lífslaupið þess svona sálfræði námskeiðið okkar stóra sem að leggur áherslu á svona þroskan allt æviskeiðið. Og það líka, nemendur gefst líka kostur á að taka valnámskeið og það nokkuð frjálst val. Þannig að margir nemendur eru að taka til viðbótar námskeið í svona skapandi greinum, kynjafræði og svo allskyns námskeið þar sem að fólk vil dýpka sig og tengja inn í sinn svona námsferil. Nú, hvað segir svo nemendur? Þetta eru 2 af okkar nemendum sem að hafa lokið útskrift, Arnar og Gyða og þau leggja áherslu á það að námið sé ekki bara hánýtt og skemmtilegt, heldur líka fyrir eldhuga eins og Arnar kemst að orði og Gyða leggur áherslu á að það skemmi ekki fyrir að samnemendurnir séu skemmtilegir og hresst fólk. Og ég hvet líka áhugasama til þess að kíkja inn á síðun okkar þar sem að má sjá svona, fleiri umsagnir nemenda námið. Nú,
Fullt nám eða staðnám, nám í tómstund- og félagsmálafræði fullt nám til BA-gráðu, 180 eininga, en jafnframt hægt að taka tómstund- og félagsmálafræði sem aðalgrein og þá 60 eininga aukagrein samhliða eða sem aukagrein og þá samhliða 120 eininga annari aðalgrein. Og nokkri nemendur koma reglulega inn í námið sem eru að búa sér til sín eigin námsferil með einmitt að púsla þessu svona saman. Og nemendur skipuleika svo sjálfir hvernig þeir raða námskeiðunum sínum á önnina. Nú, við leggjum líka áherslu á öflugt námssamfélag og hvað þýðir það? Það þýðir bæði að inni í náminu, í námskeiðunum, í skólanum leggjum við áherslu á vináttu og tengslanet fyrir lífstíð. Og þetta taka nemendur okkar undir. Nýnemaferðin, þar við leggjum áherslu á að allir sem hefja nám í tómstund- og félagsmálafræði komi í þessa nýnemaferð og þar byggjum við upp hóp sem ætlar að vera samferða og samhliða í gegnum námi næstu 3 árin. Nemendahópurinn fjölbreyttur með ólíkan bakgrunn, við erum með dálítið fjölbreyttan aldur sem kemur til okkar og svona þess utan erum við líka með svona það sem mætti kalla svona off-venue í náminu okkar og það eru hátíðir svo Gleymírei sem við höldum að vori þar sem nemendur og kennarar leggjast á eitt við að skapa svona uppskeruhátíð þar sem við kveðjum 3. árið okkar nemana sem að klára og annars og fyrsta ársnemendur eru með og við svona höfum loka hátíð og fögnum að þeim árangur sem hefur náðst yfir árið. Nú BA-nemendur halda útskriftaráðstefnu og þar sem þau kynna lokaverkefnin sín og svo jafnframt eru nemendur duglegir að skipuleggja viðburði utan skólan og einmitt sem hefur það markmiði að efla tengslanet og vináttu og efla námssamfélagið. Hvar vinna svo tómstund- og félagsmálafræðingar? Þeir vinna nánast allstaðar. Tómstund- og félagsmálafræðingur ekki lögverndarstarfsheiti en þeir hafa verið að fara inn í bæði einkafyrirtæki, opinbera vettvangin eins og hjá sveitarfélögum og ríkinu. Þeir hafa líka verið að vinna hjá félagasamtökum og þetta engan veginn tæmandi listi sem birtist hérna á skerminum en þetta svona dæmi það sem að okkar nemendur hafa starfað að lokinu útskrift. Nú, þeir sem vilja svo halda áfram, að þá gefst kostur á að halda áfram í meistaranám í tómstund- og félagsmálafræði, þar sem eru í boði 2 kersvið, annars vegar samskipt og forvarnir, þar sem áherslan á svona innra starf og að efla sig sem fagmaður og svo námsleið sem nýbúin að breyta nafn, heitir núna Forysta á vettvangi frítímans, hét áður stjórnun og þróunarstarf. En nemendur eru jafnframt, þegar þeir fara að klára BA-prófið sitt, að þá eru þau jafnframt að velja aðrar námsleiðir innan Háskóla Íslands eða jafnvel fyrir utan Háskóla Íslands. Og þetta eru dæmi þar sem að nemendur hafa sannarlega farið og svo fátt eitt sér nefnt. Nú, ég hvet alla áhuga saman til að hafa samband. Það hægt að ná í okkur á netspjalli HÍ og í gegnum þær upplýsingar sem hér eru og ég hvet ykkur til þess að fara inn á HÍ og fletta upp spurðu nema námið því þar eru okkar nemendur tilbúin að segja ykkur allt sem þið vilja vita og svo bendi ég líka á heimasíðun okkar tomstund.hi.is þar dettið þið beint inn á tómstunda- og félagsmálafræði upplýsingar. Þannig ég hvet ykkur til þess að skoða umsóknarfrestinn og kennarar og nemendur í tómstund- og félagsmálafræði hlakka til að taka á móti nýju fólki í haust. Sjáumst vonandi.